gír og fara út í galdra. Já, hún Ólína Þorvarðardóttir sem varði doktorsritgerð sína við Heimspekideild Háskóla Íslands helgina ætlar að koma hérna til okkar og meðan hún kemur sér fyrir þá skulum við líta á myndir úr safni sjónvarpsins en Ólína var þekkt sjónvarpskona hér fyrir nokkrum árum. Ólína, píkan mín þú. Ólína. Mér langar til að stíga við þig dans og svipta þér góðginn með elegans. Svo förum við í Oldsmobílnum Ungverjans og njótum dásenda Bjarmalands í nótt. Ólína, æ, drífðu þig nú. Ólína. Glæsilega myndir. Já, það er gaman að sjá þetta eftir svona langan tíma. Já, en þú voru að vera að sýsla við önnur allavega núna síðustu 6 ár og hér er afrakstur þeirrar vinnu, brennuöldin, galdur og galdratrú í málskjölum og munnmælum. Hvert er efnið þessara ritgerðar? Þú getur sagt okkur aðeins frá því? Já, efnið fyrirgefið, röddin er ekki góð. Ég var nú að biðjast afsökunar því. Röddin fór í vörninni, sko. En efni ritgerðarinnar er eins og nafni gefur til kynna. Það er brennuöldin sem var 17. öldin hér á Íslandi og er afmarkanlegt tímabil í sögu landsins. Þá voru háðar, hatramar, galdraofsóknir gegn fólki á Íslandi og það er eina tímabili í raun og veru í Íslandssögunni sem að fólk er tekið af lífi með þessari aðferð að brenna það á báli. Að vísu höfum við eitt dæmi frá 14. öld brennu þegar kirkjulegur dómstóll brendi nunnu á báli fyrir lauslæti og villutrú. En 17. öldin er annars þetta afmarkanlega tímabil. En galdraofsóknir voru þá búnar að eiga sér stað í Evrópu 1 til 200 ár og jafnvel enn lengur ef við það fyrir eftir hvernig við túlkum það. En þú kemst meðal annars að því að galdrabrennur hafi byrjað fyrr heldur en áður hafi verið talið? Já, sko sannleikurinn er sá að það hefur nú ekki mikið verið rannsakað á síðustu 100 árum eftir að Ólafur Davíðsson lauk sínu ágæta verki galdur og galdramál á Íslandi. Og það hefur brennuöldin verið mörkuð við árið 1625 þegar Jón Rögnvaldsson var brenndur á Meleyrum. En ég hef búin að finna heimildir 2 aðrar brennur. Önnur er frá því 1608 og það var sannanlega kona brennd á báli fyrir íslenskum dómstól í héraði reyndar en dómstól enga síður. Og það færir brennuöldina fram 25 ár. Síðan hef ég óljósari heimildir að kona hafi verið tekin af lífi fyrir tilberagaldur árið 1580 og það er að vísu margt óljóst þá aftöku en ef að hún stenst og ég finn meira það að þá er búið að færa brennuöldina fram 45 ár, hvorki meira en minna. Nú verðum við að spyrja þig, tilberagaldur, hvað er það? Tilberi var sérkennilegt kvikindi í íslenskri þjóðtrú, hann var svona aflangur, hafði svona fallusar sköpun, nokkuð svona smokkur eða sokkur sem var opinn í báða enda og hún ól þetta við fyrst á milli brjósta sér, konan, vafði ullarlagð utan bein og setti milli brjósta sér og dreifti á þetta víni. Svo hljóp lífi í kvikindi þegar búið var að ganga til altaris með þetta innan klæða nokkur skipti og þá áttu þær að sögn að hafa sepa á innanlærs ofarlega á mjög kynferðislegum stað og þar var kvikindi sett á spena og nærðist á blóði móður sinnar. Síðan valt þetta sveitir og saug mjólk úr búfénaði og útvegaði tilbera móðurinni eða tilbera unnustunni eins og var stundum kölluð, mjólk og smjör. Og það er merkilegt að þetta virðist hafa verið mjög sterk trú á Íslandi og það eru margar þjóðsögur tilbera galdur og síðasta rannsóknin sem fór fram á Íslandi tilbera, þar sem verið að rannsaka konur á Björk í Sölvadal, það var á 19. öld, löngu eftir að galdraofsóknirnar voru eiginlega hjaðnaðar. Já, á 19. öld, já. Á 19. öld, upphafi 19. aldar. Svo skrifa hann að Þórarinn Eldjárns kostulega smásögu sem hér Tilbury. Tilbury, já.
En það kemur fram, ef við snúum okkur aðeins að vörninni aftur, þá kemur það fram í Morgunblaðinu í dag að einn af ráðuneytum þínum hafi sett fram athugasemdir við framsetningu heimildaskrár og annarra atriða í ritgerðinni. Hvað var að gerast þarna helgina? Já, þetta var nú fáheyrður atburður en þó ekki óþekktur að það heimspekideild tilnefnir formlega 2 andmælendur við vörn. En þriðji andmælandinn spratt upp ex auditorio eins og það heitir, sjálfskipaður eða utan úr sal og það maður sem hefur verið í doktorsnefndinni minni og var ekki sáttur við það að ritgerðin skildi verða send til heimspekideildar og síðan ekki sátt við það að hún yrði varin. En sannleikurinn nú sá og það kom fram í andmælum þessa manns og eins að hluta til hjá fyrsta andmælanda að það var mikið talað form og frágang ritgerðarinnar en minna eiginleg efnistök, stefnu þess og nýlundu. Og það komu hátt á 200 manns við vörnina sem höfðu haft veður af efni ritgerðarinnar og búin að koma sér margir hverjir komast yfir eintak af bókinni. Þetta fólk náttúrulega bjóst við því að fá efnislega umræðu ritið og nýjungar þess. En fékk það kannski ekki vegna þess að tíminn fór í að skamma mig svolítið fyrir það að ég nota 3 númera kerfi á kaflana og að ég hef ekki flokkað heimildaskrána nógu rækilega niður og atrið að borði þetta. En auðvitað segir sér sjálft að ritgerð ekki tekin til varnar við Háskóla Íslands nema frágangur heimildaskrár sé til fyrirmyndar og það eru margir búin að koma að því verki bæði doktorsnefnd og dómnefnd að dæma það. Og svo skulum við ekki gleyma því að mér var mikið hrósað líka og mér var líkt við það að tala að þetta væri stórhugaverk og mikið brautryðjandaverk. En jafnvel í því lofi, þó gott sé að heyra það, þá vantaði líka svo litið, það sagði heldur ekki mikið efni ritgerðarinnar og það var kannski það sem að ég held að menn hafi aðalega saknað. Fá efnislega umræðu og fá skemmtilega akademíska diskussjón niðurstöður ritsins. Við förum það aðeins út í það. Já, við varum reyndar ekki einu af þeim á annað 100 mann sem að mætti þarna, en við höfum samt mikinn áhuga. En þú nefnir þennan tilbera galdur. Hvaða aðrir galdrar eru þetta sem var verið að brenna fólk fyrir eða var verið að ofsækja menn vegna? Sko, á Íslandi, Ísland sker sig töluvert úr galdraofsóknunum í Evrópu vegna þess að fyrsta lagi þá brendum við nú karla mestmegnis en miklu færri konur. Annars þar í Evrópu eru það konur sem eru ofsóttar. Og galdurinn á Íslandi mun þjóðlegri heldur en sunnar í álfunni. Í Evrópu og sérstaklega í Suðurálfunni þar mjög hörð kirkjuleg hugmyndafræði og kenningar nornina og mök hennar við djöfulinn og norna samkomur þar sem svarti galdur og svarta messa fer fram með orgíum og ógeði eins og kirkjan túlkar það. En hér á Íslandi nær þessi hugmyndafræði aldrei að festa rætur og við eigum engar galdra nornir. Við höfum í íslenskri hefð myndina af henni fjölkunnugu vísu völvu og við höfum, og á 17. öld þá galdurinn orðin svona launathöfn einstaklinga sem að sitja yfir rúnapári og að krota rista rúnir á eikarspjöld eða krota á skinn eða bókvell og leggja við sár á búpeningi og reyna að þetta svona mikið góðgaldrar. Já, svo kannast maður við níðstengur eða níðstangir. Já, maður kannast við þær úr fornbókmenntunum. Það fer nú ekki mikið fyrir þeim í íslenskum galdramálum, sem sagt á 17. öld. En þó hef ég fundið eitt dæmi það að það gæti hafa verið. En hvers konar fólk var það sem að varð fyrir barðinu á svona galdraofsóknum? Var það öðruvísi en annað fólk að hvaða leyti? Já, það hafa komið kenningar upp það að þeir sem voru ofsóttir, sérstaklega í Evrópu, hafi verið einyrkjar, einsetu konur sem byggu kannski utan við samfélagið, jafnvel fatlað fólk sem skar sig úr. En á seinni tímum hafa nú rannsóknir erlendra fræðimanna leitt í ljós að þetta ekki fullkomlega við rök að styðjast. Það voru oft ljósmæður og fólk sem kunni ýmislegt fyrir sér í grasalækningum kannski sem varð fyrir barðinu og ofsóknum. En hér á Íslandi þetta venjulegt alþýðu fólk. Fólk sem hefur kannski orð á sig fyrir fjölkingi af því að það kann einhver húsráð eða hefur einhverja þekkingu, frumstæða læknisþekkingu jafnvel, það kann að græða sár og það kannski andheitt eða bænheitt
og þetta fólk vel liðið og til þess leitað þar til galdurinn klikkar, þar til sjúklingurinn deyr. Þá hugmyndafræðin og áróðurinn búin að gegnsýra samfélaginu til þess að læknirinn breytist í fordæðu og sóttur til saka. En getur líka verið að hafa verið fólk sem að kannski gáði ekki að því hvað það sagði, misti einhverja hluti út úr sér og var þá ofsótt? Já, mér þetta ég held mikið upp á söguna, þá sorgarsögu af Þuríði og syni hennar Jóni. Hún var vinnukona sem kom gangandi með 12 ára syni sínum norðan og Skagafirði, vestur í Selárdal. Og fólki þótti merkilegt að þau skyldu hafa komist klakklaust alla þessa leið yfir Vatnsföllin. Og strákurinn hefur sjálfsagt verið hugmyndaríkur eins og börn eru oft og hann segir fyrir að gorta af því við jafnaldra sína að mammans kunni nú ýmislegt fyrir sér og hún sé nú ekki vandræða með að koma þeim yfir Vatnsföllin. Og Páll í Selárdal og Helga í Selárdal, Páll var þá landsins lærðasti guðfræðingur og prófastur. Þetta nægði honum til að saksækja þetta fólk og þau áttu sér engar varnir utan komandi fólk sem enginn þekkti í héraðinu. Þau voru bæði brennd héraðsbrennu þá haustið að tilhlutan prófastsins. Það þurfti nú oft ekki meira til. Já. En þú nefnir einmitt tilbera galdurinn. Einhver galdur sem að fekk þig svona til þess að hugsa þetta nú svolítið skrítið, þetta gæti nú bara verið galdur hreinlega vegna þess að mest af þessu eitthvað sem maður hugsar í dag, þetta náttúrulega greinilega einhver tóm vitleysa. Já, sannleikurinn sá að margt af því sem fólk var að iðka þarna, þetta var kannski bara hjátrú og húsráð og ýmislegt sem fólk að gera enn þann dag í dag. Ég meina, þú talar oft við fólk á hverjum degi sem segir 7, 9, 13 eða fólk sem að signur sig áður en það gengur, ég syngdi mig áður en ég fór inn í doktorsvörnina til dæmis. Það ákveðin athöfn sem og það svo margt í iðju okkar og athöfnum sem frumstætt. Þegar þið strákarnir standi fyrir fram á sjónvarpstækið alveg hrópið og hvetið ykkar menn til að skora, þá það að gera nákvæmlega sama og konurnar af Agni ættbálknum þegar þær dansi í kringum eldinn og að hvetja sína menn í stríði. Þær að fremja heillagaldur. Þið bara að hvetja ykkar menn á vellinum. Þetta sama athöfnin. Og þegar við stígum dansinn og diskotekunum helgar og frjósemisdansinn fer í gang, þá það bara forn og frumstæð athöfn. Þannig að það svo margt í hegðun okkar sem að í raun og veru það fer bara eftir tíðarandanum á hverjum tíma hvort það viðurkennt samfélagslegt athæfi eða ekki. En svona rétt áður en við sleppum þér, hvað það næsta sem að Ólína Þorvarðardóttir mun taka sig fyrir hendur? Já, nú ætla ég að jafna mig eftir doktorsvörnina og safna kröftum. Ég nú að vinna á Þjóðminjasafninu og ég háskólakennari og að kenna 3 námskeið í vetur, þar á meðal námskeið galdra eða galdratímabilið. Þannig að nú ætla ég bara að taka það rólega og ég að hugsa jafnvel að fara til Afríku með dætur mínar í kvennavígsluferð, í safariferð í ágúst. Ég ætla bara svona aðeins að njóta þess að vera nýorðin doktor og svona ná veðri og áttum. Já. Innilega til hamingju með þetta nýjastu rósi í þitt nafnagat. Takk ekki alveg. Góða ferð til Afríku. Já. Takk. Og við þakkum að sjálfsögðu fyrir okkur í kvöld. Já. Og við erum hér aftur á morgun. Strax að loknum fréttum. Já, verið sæl.